Komið sæl, við sjáum hér fallega mótistungmynd sem var tekin af landinu í dag og það ber helst í fréttum í þessari mynd að hafísinn er hér nokkur nálægt landi miðað við oft áður. Við sjáum að það er hérna spöng svolítið skammt fyrir utan Vestfirði og sjófarendur þurfa að fylgjast vel með. Það eru sett inn hafískort reglulega á veður.is og fást líka upplýsingar hjá Landhelgisgæslunni. En á yfirlitskortinu sjáum við að það er hæð yfir Grænlandi og hæð hér langt suður í hafi. Lægðirnar komast nú ekki mjög nálægt landi að meðan ástandið er svona en það svona fer aðeins að hlýna hjá okkur þegar líður á næstu viku. En það er þó bjartviðri í kortunum víðast hvar næstu daga og svona svo úrkoma sem hefur verið á norðanverðu landinu það dregur úr henni. En við sjáum á hitasviðskortinu og það er ennþá kalt loft yfir landinu og hlýjaloftið er hér allt suður af og mjög hlýtt sumstaðar í Evrópu. En eins og ég segi þá eigum eftir að sjá aðeins viðsnúning á þessu næstu daga. Það er nú svona tiltölulega rólegt vindasviðið yfir landinu en hins vegar sjáum við hér á morgun að það koma aðeins þessir fjólubláu litir sem komið þarna áðan inn á Austfirði og Suðausturland. Þetta er norðvestanátt sem að nær sér aðeins á strik í fyrramálið og fram eftir degi á morgun og maður búist við því að þar verði norðvestan svona 10 til 18 metrar á sekundu á eins og segja Austfjörðum og jafnvel á Suðausturlandi. Vindhviður gæti þá farið í svona 25 metra á sekundu og það er orðið svolítið erfitt fyrir bíla sem taka á sig mikinn vind eða til dæmis hjólhýsi og stór fellihýsi eða hestakerrur. Þannig að þau sem ætla að vera eitthvað á ferðinni á austanverðu landinu með aftanivagna á morgun ættu að bíða af sér svona mesta hvassviðrið í fyrramálið og fara kannski frekar af stað síðdegis. En annars staðar á landinu er rólegheita veður í fyrramálið eins og sjáum á þessu korti. Það er bjartviðri víðast hvar, það er helst að fylgi skýjabreiða þessari svona snörpu norðvestanátt þarna allra austast en annars staðar bjartviðri og lítil úrkoma í kortunum. Hitastigið er svona frá 2 upp í 5-6 stig í fyrramálið en hiti hækkar aðeins sérstaklega á suðvestanverðu landinu í svona norðaustlægri átt síðdegis á morgun. Það verður áfram nokkuð skýjað við austur og norður ströndina síðdegis á morgun í norðanáttinni en vindur svona, það dregur úr honum smám saman þegar líða tekur á daginn. Það er aðeins austlægari vindáttin á sunnudag en svona hlýnar heldur þegar líða tekur á daginn. Bjartviðri í öllum landshlutum og ekki útlit fyrir neina úrkomu. Það er hins vegar merki úrkomu bakka hérna suður af landinu og það er kannski ekki útilokað að sá bakki nái aðeins inn á suður ströndina. Það er áfram rólegheita veður á mánudag en þá svona, ég segi nú ekki hlýtt en þetta er þó ekki þannig að það sé frost í kortunum en það er ekki útilokað að það verði áfram næturfrost sérstaklega í innsveitum þegar það er svona mikið bjartviðri og það nær að myndast mikil útgeislun yfir nóttina. Og á þriðjudag þá sjáum við að það er ennþá ósköp svipað veður, hæg breytileg átt, hafgolan nær sér yfirleitt á strik í þessu ástandi en hiti svona alveg þokkalegur. Í Norður-Evrópu er nokkur lægðagangur og talsverð úrkoma í kortunum. Það er hlýtt í Suður Englandi og víða í Norður-Evrópu en hins vegar nokkuð bæði vind og skúri í Suður-Evrópu. Það er einhver rigning bæði í Suður-Frakklandi og á Norður-Spáni og jafnvel í Marokkó en bjartviðri og fínt að litast á Tenerife. Það eru mikil þrumuveður og jafnvel haglél í miðríkjum Bandaríkjanna í kvöld og nótt og fram eftir degi á morgun. Farið að hlýna mikið í eyðimörkinni og þurrt þar náttúrulega og síðan má sjá þarna að það var lægð við norðvestuströnd Bandaríkjanna. En það er sem sagt norðanátt hjá okkur á morgun, allsnörp á austanverðu landinu en hægari annars staðar og það verður bjartviðri í flestum landshlutum. Verið sæl.